Short Stories in Nýsjálandi langöki. 5. Kistan. Kafli 1 Edinborg. Einu sinni var maður sem bjó í Skotlandi. Maðurinn var frekar gamall. Hann hét Walter. Walter hafði aldrei gifst. Hann átti engin börn eða fjölskyldu nálægt. Hann hafði búið einn í mörg ár en hann var mjög góðviljaður. Hann kom alltaf vel fram við fólk. Walter hafði aldrei ferðast langt í burtu. Hann hafði ferðast heimaslóðir sínar í Skotlandi. En hann hafði ekki farið lengra. Nú var kominn tími til að aðhafast. Hann var með verkefni sem hann þurfti að leysa. Walter átti ekki mikla peninga en hann var ekki fátækur. Hann hafði sparað svolitla peninga á yngri árum sínum. Hann ætlaði að nota þessa peninga í verkefnið sitt. Hann þurfti að fara til 3 mismunandi staða. Hann þurfti peninga fyrir mat, hótelum og fargjöldum. Hann var með verkefni sem hann þurfti að leysa og nú var kominn tími til að gera það. Fyrst ferðaðist Walter til Edinborgar. Margt fólk horfði á hann þegar hann fór fram hjá. Hann hafði ekki klippt hárið á sér í langan tíma. Hann var með skegg. Fötin hans voru líka mjög skrítin. Hann leit dálítið öðrísi út á götum stórborgarinnar. Walter kom að Temeadows. Það var mjög stór almenningsgarður í Edinborg. Hann var fullur af fólki. Walter gekk upp að ungum manni. Maðurinn var 25 ára gamall. Hann var að lesa svæðisblað. Hann sat uppi við tré. Hann virtist vera mjög rólegur. Walter settist við hliðina á manninum. Góðan daginn, sagði Walter. Halló, .. svaraði maðurinn. Hann horfði tortryggnislega á Walter. Síðan hélt hann áfram að lesa. Hvernig hefur þú það, David? Sagði Walter. Maðurinn leit upp. Hann var mjög hissa. Hvernig vissi þessi skrítni maður hvað hann hét? Hann virti gamla manninn vandlega fyrir sér. Sagðir þú David? Spurði hann. Já, ég gerði það. Gæsalöpp. Hvernig veist þú nafnið mitt? Gæsalöpp. Ég má ekki segja þér það. Gæsalöpp. David hætti að lesa blaðið. Hann virti Walter fyrir sér. Í þetta skipti enn vandlegar. Hann leit á síða skeggið. Hann reyndi að ímynda sér hann án skeggs. Ekkert. Hann hafði enga hugmynd hver gamli maðurinn var. Hvað viltu? Spurði David. Nú var hann orðinn mjög tortrygginn. Ekki hafa áhyggjur, sagði Walter. Ég ekki kominn til að gera þér mein. Ég hér til að segja þér frá svolitlu. Gæsalöpp. Haltu áfram. Gæsalöpp. Walter dró mynd upp úr vasanum. Á myndinni var kista. Hún leit út fyrir að vera mjög gömul. Hún leit líka út eins og það gæti verið eitthvað í henni. Eitthvað verðmætt. Hvað þetta? Spurði David. Gæsalöpp. Veistu ekki hvað þetta Gæsalöpp. Þetta lítur út eins og kista. Ég hef aldrei á ævinni séð hana. Gæsalöpp. Walter virti David vandlega fyrir sér. Svo benti hann á myndina. Sjáðu þetta. Gæsalöpp. David horfði. Á kistunni var lás. Á lásnum voru 3 núll. Þetta lás. Já, og... spurningamerki. Hélt Walter áfram. Það vantar tölurnar. Spurði David. Einmitt. Sagði Walter. Allar tölurnar 3 vantar. Svo virti hann David aftur vandlega fyrir sér. Ég þarf þessar 3 tölur fyrir verkefnið mitt, sagði Walter. Verkefni? Hvaða verkefni? Gæsalöpp. Ég get ekki sagt þér það, svaraði gamli maðurinn rólega. David skildi ekki hvað var að gerast. Hann hafði enga hugmynd hvað maðurinn vildi. Hvernig gæti hann gefið manninum tölur sem hann vissi ekki? Loksins sagði Walter, ég viss að þú ert með eina af þessum tölum. Gæsalöpp. Ég veit ekki hvað þú ert að tala Gæsalöpp. Hugsaðu það, David. Þú hlýtur að eiga gamlan grip. Grip með tölu á honum. Gæsalöpp. David hugsaði sig vel Hann átti engan slíkan grip. Hann var viss það. Þá mundi hann eftir svolitlu. Hann átti einn grip með tölu. Kannski var það hann. Þegar þú nefnir það, sagði hann spenntur, það getur verið að ég sé með eitthvað. Bítu hér, ég fer að sækja hann. Gæsalöpp. Hvert ert þú að fara? Spurði Walter. Heim til mín. Ég þarf að ná í svolítið.
Bítu, ég kem með þér, gæsalöpp. Davíð leit á manninn tortryggnislega einu sinni enn. Maðurinn var gamall. Hann virtist vera góðviljaður. Hann hugsaði með sér að það yrði ekkert vandamál. Allt í lagi, sagði hann. Komdu með, gæsalöpp. Davíð og Valter fóru út úr garðinum. Þeir fóru tilbaka eftir lítilli götu. Síðan tóku þeir strætisvagn heim til Davíðs. Húsið hans var í öðru hverfi borgarinnar. Á leiðinni spurði Davíð Valter, hvað heitir þú? Gæsalöpp. Ég heiti Valter. Valter Davíðs. Gæsalöpp. Og hvað hefur þú verið lengi í Edinborg, herra Davíðs? Gæsalöpp. Æ, kallaðu mig endilega Valter. Þú þarft ekki að vera svona kurteis. Gæsalöpp. Allt í lagi, Valter. Hvað hefur þú verið lengi í Edinborg? Gæsalöpp. Ég hef verið hér í 2 klukkutíma. Gæsalöpp. Virkilega. Það er ekki lengi. Gæsalöpp. Já, en ég kann vel við borgina. Það er mikið af viðkunnanlegu fólki og áhugaverðum stöðum hérna. Gæsalöpp. Já, það er satt. Gæsalöpp. Mennirnir 2 héldu áfram að tala. Fljótlega voru þeir komnir að húsi Davíðs. Húsið var lítið og snyrtilegt. Davíð fór með Valter inn í bílskúrinn. Þar geymdi Davíð mikið dót úr fortíð sinni. Hann var með dót frá því að hann var strákur. Hann átti einhverjar gamlar ljósmyndir. Hann átti meira að segja nokkrar gamlar stílabækur úr skóla. Að hverju erum við að leita hér? Spurði Valter. Ég mundi eftir svolitlu sem ég á. Það hljómar eins og gripurinn sem þú ert að leita að. Gæsalöpp. Gamall gripur. Með tölu. Gæsalöpp. Já, gamall gripur með tölu. Bítu aðeins. Ég ætla að leita. Gæsalöpp. Davíð leitaði í hálftíma. Valter reyndi að hjálpa honum. Davíð bað Valter að setjast. Hann vildi finna hann sjálfur. Eftir klukkutíma fann Davíð loks gripinn. Sjáðu, Valter, sagði hann spenntur, ég er búinn að finna hann. Gæsalöpp. Hvað ertu búinn að finna? Spurði Valter. Hann stóð upp og gekk til hans. Hann virti Davíð vandlega fyrir sér, hvernig veist þú að þetta er það sem ég þarf? Gæsalöpp. Ég veit það ekki, en ég hef átt þetta lengi. Og hann er með tölu. Gæsalöpp. Davíð tók gamalt klæði utan af gripnum. Í því var gullhálsmenn. Og inni í hálsmenninu var tala. Þegar þú sagðist þurfa eitthvað með tölu, byrjaði Davíð, mundi ég eftir þessu. Gæsalöpp. Manstu hver gaf þér þetta hálsmenn? Gæsalöpp. Ég er ekki viss. Ég hef átt það síðan ég var smábarn. Gæsalöpp. Valter brosti. Hann opnaði bílskúrsdyrnar. Hvert ert þú að fara? Spurði Davíð. Ég er búinn hér, svaraði Valter. Mundu þessa tölu. Og lestu þetta. Hann rétti Davíð bréf. Síðan gekk hann í burtu. Bítu. Komdu tilbaka. Viltu ekki fá hálsmennið? Kallaði Davíð. En Valter var farinn. Hann var horfinn út dyrnar. Valter fór aftur í miðborg Edinborgar. Hann tók lestina á flugvöllin. Næsta stoppistöð var Norður-Írland. Kafli 1 upprifjun. Samantekt. Valter er gamall maður frá Skotlandi. Hann er með verkefni sem hann þarf að leysa. Hann er með mynd af gamalli kistu. Það er lás á kistunni. Það vantar 3 tölur á hann. Valter spyr mann sem heitir Davíð tölurnar sem vantar. Hann segir að ein talnanna sé á grip sem Davíð á. Davíð leitar í bílskúrnum sínum og finnur svolítið. Hann sýnir Valter gamalt hálsmenn. Það er tala í því. Valter segir að þetta sé talan sem hann þurfi. Hann gefur Davíð bréf. Síðan fer Valter til Norður-Írlands. Orðaforði. Aðhafast tóvakt, tóttakaktjón. Verkefni. En. Hægri svigi. Herr. Misjón. Argjald. En. Hægri svigi. Far. Skegg. En. Hægri svigi. Beart. Ólegur. Ati. Hægri svigi. Kalm. Virða fyrir sér tó observe, tó stutti. Hugmynd. F. Hægri svigi. Idea. Nein. En. Hægri svigi. Harm. Rasi. M. Hægri svigi. Pocket. Kista. F. Hægri svigi. Krest. Verðmætur. Ati. Hægri svigi. Valuabey. Ás. M. Hægri svigi. Lokk. Alla. F. Hægri svigi. Number. Einmitt. Atf.
Hægri svigi. Tat, esit, jripur, Hægri svigi. Objekt ting, arti ei kunna vel við tólik. Að satt terrar, fórsur snirtilegur. Ati. Hægri svigi. Neat. Ílskúr. Hægri svigi. Garage. Lót. Hægri svigi. Tingsstuð. Stílabók. Hægri svigi. Vritingpatt, notebó og aka utan af tómra bjöllhálsmenn. Hægri svigi. Gold necklace verfa tó disappi. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 1. Walter ungur maður. B. Maður á 50-aldri. C. Aldraður maður. D. Ungur strákur. 2. Walter talar í fyrsta skipti við David. Á Norður-Írlandi. B. Í almenningsgarði. C. Á flugvelli. D. Í bílskúr. 3. Walter sýnir David ljósmynd af kistu. B. Bílskúr. C. Hálsmenni. D. Borg. 4. David fer með Walter á flugvöllin. B. Í leigubíl. C. Til Norður-Írlands. D. Í bílskúr. 5. Eftir að hann talaði við David fór Walter. Kafli 2 Belfast. Nokkrum klukkutímum síðar var Walter kominn heill á húfi til Norður-Írlands. Borgin Belfast var full af fólki. Þar var margt spennandi að gera og sjá. En Walter var með verkefni sem hann þurfti að leysa. Hann vissi nákvæmlega hvert hann átti að fara. Walter kallaði á leigubíl. Hann gaf bílstjóranum heimilisfang í borginni. Þeir komu sér saman fargjald. Það var í fjarlægu hverfi Belfast. Eftir nokkurn tíma kom hann að stóru húsi. Húsið leit út fyrir að vera mjög dýrt. Eigandinn hugsaði vel það. Það var líklegt að sá sem átti húsið væri ríkur. Það var með mjög stóran garð. Það voru nokkrir hundar sem hluppuðu hann. Húsið var meira að segja með tennisvöll. Walter stóð fyrir utan. Hann horfði bara á húsið í dálitla stund. Síðan bankaði hann á dyrnar. Hann bankaði aftur og beið eftir því að einhver svaraði. Halló, kallaði hann. Enginn kom. Það virtist enginn vera heima. Gamli maðurinn leit í kringum sig. Hann ákvað að bíða. Walter tók fram ljósmyndina af kistunni. Hann skoðaði hana vandlega og brosti. Hann setti myndina aftur í jakkann sinn. Hann hélt áfram að bíða. Walter heyrði bíl nálgast. Eins og hann bjóst við var þetta dýr bíll. Það var kona inni í honum. Hún var með stór sólgleraugu. Hún sá ekki Walter. Konan ýtti á takka. Bílskúrshurðin opnaðist. Hún keyrði hægt inn. Enn hafði hún ekki séð Walter. Konan rétti út höndina aftur að takkanum. Hún var að loka bílskúrshurðinni. Walter gæti mist af henni. Afsakaðu. Bítu. Kallaði. Walter. Loks sá konan Walter. Hún stoppaði strax. Bílskúrshurðin var áfram opin. Já. Hver ert þú? Spurði hún. Má ég tala aðeins við þig? Spurði Walter. Konan leit á hann tortryggnislega. Hún gekk út úr bílskúrnum. Ráðsmaður kom upp úr garðinum. Hann leit á konuna og sagði, fröken Murray. Á ég að sjá bílinn þinn? Gæsalöpp. Já, Brian. Takk fyrir. Gæsalöpp. Fröken Lucky Murray, ekki rétt? Spurði Walter. Jú, það er ég. Lucky virti Walter vandlega fyrir sér. Ég er hér til að tala við þig. Það er mikilvægt. Gæsalöpp. Mikilvægt. Ef þetta er viðskipti get ég vísa þér á skrifstofuna mína. Punktur. Gæsalöpp. Nei, engin viðskipti, svaraði Walter. Hvað er það þá? Spurði Lucky. Walter brosti bara. Jæja, hvað sem það er, komdu með mér. Gjörðu svo vel að koma inn í húsið. Gæsalöpp. Walter fór inn á eftir konunni. Húsið var mjög stórt. Reyndar var það risastórt. Það var líka mjög fallegt. Átt þú allt þetta? Spurði Walter. Já, svaraði hún. Ég starfa sem hönnuður. Ég stofnaði fyrirtæki þegar ég var 19 ára. Hún þagnaði og leit í kringum sig. Hvað get ég sagt? Mér hefur gengið mjög vel. Gæsalöpp. Ég sé það. Mikil ósköp. Þú hlýtur að hafa unnið mikið. Gæsalöpp. Já. Ég hef lagt hart að mér.
Hún fór aftur af stað. Gjörðu svo vel að fylgja mér. Gæsalöpp. Walter og Lucky gengu upp nokkrar tröppur. Þau komu að stórum dyrum. Hurðin var úr viði og mjög falleg. Hún var með gamaldags sniði. Er húsið þitt mjög gamalt? Spurði Walter. Lucky brosti. Nei, það er það ekki. Ég hef mjög gamaldags smekk. Gæsalöpp. 66. Lucky opnaði dyrnar. Walter leit hissa í kringum sig. Þetta var risastórt herbergi. Það var fullt af fallegum dýrum húsgögnum. Það var líka mjög hreint og snyrtilegt. Ráðsmaðurinn Brian kom inn stuttu seinna. Hann var með síðdegist. Herra, sagði Brian. Kallaðu mig endilega Walter. Gæsalöpp. Walter, viltu fá eitthvað að drekka? Gæsalöpp. Já, tebolla. Þakka þér fyrir. Gæsalöpp. Lucky fór úr jakkanum sínum. Þetta var mjög heitur dagur. Brian talaði við Walter aftur. Má ég taka jakkan þinn, herra? Walter fór úr jakkanum. Hann rétti ráðsmanninum hann. Brian fór út úr herberginu og kom fljótlega tilbaka. Hann rétti Walter heitt te. Síðan skildi hann Lucky og Walter eftir ein. Lucky og Walter settust niður. Þau horfðu hvort á annað. Vertu velkomin í húsið mitt, Walter. Má ég spyrja af hverju þú ert komin? Walter drakk af teinu. Síðan setti hann bollan sinn á borðið. Ég þarf að vita tölu, sagði hann rólega. Eins og David varð Lucky hissa. Tölu? Spurði hún. Já, tölu. Gæsalöpp. Sérstaka tölu? Spurði Lucky. Já. Hún yrði á einhverjum grip sem þú átt. Reyndu endilega að muna eftir honum. Gæsalöpp. Lucky hugsaði sig dálitla stund. Hún reyndi að skilja hvað Walter átti við. Ólíkt David mundi hún hins vegar ekki eftir neinu. Ég veit ekki hvað þú átt við. Ef þú gætir vinsamlega útskýrt. Gæsalöpp. Walter leit í kringum sig. Önnur talan hlýtur að vera hér einhvers staðar, hugsaði hann. Auðvitað ljósmyndin. Hann þurfti að sýna henni ljósmyndina. Gæti ráðsmaðurinn þinn komið með jakkan minn? Spurði Walter. Auðvitað, svaraði Lucky. Brian fór út úr herberginu. Eftir nokkrar sekundur kom hann tilbaka með jakka Walters. Walter seildist með höndina inn í jakkan sinn. Hann var með mörgum vösum. Það var erfitt að finna myndina. Það tók sinn tíma. Lucky var að missa þolinmæðina. Loks fann hann hana. Hérna er hún, sagði Walter hlæjandi. Ég er með hana. Okkur vantar tölu fyrir þetta. Gæsalöpp. Hann setti myndina af kistunni á borðið. Lucky tók upp myndina. Hún horfði vandlega á hana. Allt í einu mundi hún eftir svolitlu. Ég veit ekki af hverju. En ég held að ég muni eftir svolitlu, sagði hún. Hugsaðu, Lucky, hugsaðu, sagði Walter. Lucky stóð upp. Komdu með mér, Walter, sagði hún. Ég veit hvorki hver þú ert né hvað þú vilt. En þú hefur látið mig muna eftir svolitlu. Gæsalöpp. Walter brosti. Þau Lucky fóru út úr húsinu. Þau fóru inn í litla byggingu við hliðina á því. Byggingin var að innan eins og lítið eingasafn. Þar voru margar teikningar, málverk og aðrir dýrmætir hlutir. Nálægt fallegri teikningu fann Lucky lítið box. Hún opnaði það. Það var hálsmenn í því. Hálsmennið var alveg eins og það sem David átti. Það var mjög gamalt en Lucky tókst að opna það. Hún gat ennþá lesið töluna inni í því. Lucky rétti Walter hálsmennið. Hann leit á það vandlega. Allt í lagi. Þetta er allt sem ég þurfti, sagði hann rólega. Ég skil þetta ekki ennþá, Walter. Hvað er það sem þú vilt? Kistan myndi mig á hálsmennið. En ég veit ekki hvers vegna. Veist þú það? Er það mikilvægt? Gæsalöpp. Walter þagnaði stund. Ég verð að fara núna, Lucky. Gjörðu svo vel að spyrja mig ekki frekar. Hann rétti henni bréf. Síðan þagnaði Walter og sagði svo, mundu töluna. Og lestu þetta. Það mun hjálpa þér. Gæsalöpp. Walter sneri sér við og fór út úr húsi Lucky. Þar sem hann hvarf kallaði hann, ég er á leiðinni til Lundúna. Sjáumst bráðum aftur, Lucky. Gæsalöpp. Lucky hvatti hann ekki. Hún gat það ekki.
Hún hafði ekki hugmynd hvers vegna Walter hafði komið. Hún leit á bréfið. Þetta virtist allt mjög grusamlegt en samt einhvern veginn mikilvægt. Hún vildi frekar gleyma þessu öllu. En hún myndi leyfa gamla manninum að skemmta sér. Hún opnaði bréfið hægt. Kafli 2 upprifjun. Samantekt. Walter fer til Belfast. Hann heimsækir konu sem heitir Lucy. Hún býr í stóru húsi. Walter segir Lucy frá kistunni. Hann biður hana að muna eftir tölu. Loks man hún svolítið. Hún sýnir Walter gamalt hálsmenn. Það tala inni í því. Lucy með margar spurningar. Walter svarar þeim ekki. Hann gefur Lucy bréf og kveður. Lucy fer að lesa bréfið. Orðaforði. Neitl á húfi Safety. Nákvæmlega. Hægri svigi. Exactly eigubíll. Hægri svigi. Taxi. Lýr. Hægri svigi. Expensive nálgast tó apróak. Óast við tó expect ekki. Hægri svigi. Button. Áðsmaður. Hægri svigi. H.C. Geper. Viðskipti. P.L. Hægri svigi. Business. Önnuður. Hægri svigi. Desknir. Nikil ósköp. Exclamation og surprise or admiration. Ekki harta sér tó work hard. Ara afstað tó start moving tó start walking. Viður. Hægri svigi. Wood. Jamaldags. Hægri svigi. Old-fashioned traditional. Snið. Hægri svigi. Desk pattern. Smekkur. Hægri svigi. Tast. Eiga við tó meðan. Seilast tó reak tó stretk. Ólinmæði. Hægri svigi. Pateng. Engasafn. Hægri svigi. Privat museum nina á tó remin dónvók. Minna en veðja tó seg útby. Grussamlegur. Hægri svigi. Suspicious. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 6. Húsið hennar Lucy stórt og fallegt. B. Lítið en fallegt. C. Meðalstórt. D. Stórt en ekki mjög fallegt. 7. Ráðsmaðurinn heitir A. Brian. B. Walter. C. David. D. Lucy. 8. Lucy mann tölu þegar Walter talar töluna. B. Sýnir henni ljósmyndina af kistunni. C. Talar kistuna. D. Talar hálsmenn. 9. Lucy skilur ekki hvað að gerast. B. Veit hvað Walter að gera. C. Ætlar ekki að leyfa Walter að skemmta sér. D. Getur ekki hjálpað Walter. 10. Eftir að hann kveður. Fer Walter til Belfast. B. Fer Walter til Edinborgar. C. Hvílir Walter sig í einn dag. D. Fer Walter til Lundúna. Kafli 3 Lundúnir. Á flugvellinum í Belfast keypti Walter sér mat fyrir ferðalagið. Það sem hann þurfti raunar var hvíld. Hann var að verða þreyttur. Þá mundi hann. Það var bara ein manneskja enn sem hann þurfti að hitta. Þá væri verkefninu lokið. Walter gekk borð í flugið sitt. Skömmu seinna kom hann til Lundúna. Eins og venjulega tók hann leigubílinn í borgina. Á leiðinni keyrði bílinn fram hjá Tate Modern listasafninu. Walter gat séð hvað listasafnið var stórt. Hann spurði bílstjóran, hefur þú farið á Tate-safnið? Glæsalöpp. Já. Það ágætt, en myndlistin mjög skrítin. Hún mjög nútímaleg. Og mörg skrítin form og litir. Punktur. Ég vil heldur hefbundna list. Hann horfði út glugga á meðan leigubílinn keyrði áfram. Loksins kom Walter í miðborg Lundúna. Hann borgaði bílstjóranum og fór út. Síðan horfði hann í kringum sig. Það var svo margt að sjá. En hann þurfti að einbeita sér. Verkefni hans var næstum því lokið. Walter vissi ekki nákvæmlega hvar hús þriðju manneskjunar var. Hann stoppaði mann á götu og sýndi honum heimilisfangið. Afsakaðu, hvernig kemst ég hingað? Spurði hann. Ó, ég þekki þennan stað, svaraði maðurinn. Hann við hliðina á bátaleigunni. Hann vísaði Walter til vegar. Þakka þér fyrir, kallaði Walter og gekk í burtu. Walter ákvað að ganga. Það var gott fyrir heilsuna að ganga. Það voru líka mikilvægir hlutir að gerast.
Valter gafst þannig tími til að íhuga hlutina. Loksins kom Valter að bátaleigunni. Við hliðina á henni var lítið timburhús. Ég vona að það sé einhver heima í þetta skipti, hugsaði hann. Hann mundi eftir Luki í Belfast. Honum þótti ekki gaman að bíða. Hann var líka óþolinmóður. Valter bankaði á dyrnar. Ungur maður 25 ára opnaði. Hann leit út dálítið eins og Valter en án skeggsins. Halló, sagði maðurinn. Hvað get ég gert fyrir þig? Viltu leigja bát? Kannski bókaferð? Gæsalöpp. Nei, svaraði Valter. Ég heiti Valter, hélt hann áfram. Mig langar að tala við þig, herra. Gæsalöpp. Það er óþarfi að kalla mig herra. Kallaðu mig endilega Alan. Gæsalöpp. Allt í lagi, Alan. Mig langar að tala við þig, ef ég má. Gæsalöpp. Auðvitað, Valter. Komdu inn. Gæsalöpp. Valter horfði í kringum sig. Húsið var mjög hefðbundið og fábrotið. Eigandi þess virtist einnig hefðbundin og fábrotin. Alan var í fábrotnum fötum. Hann var með hefðbundin smekk. Allt var mjög hreint og snyrtilegt. Jæja, sagði Alan. Þú vildir tala við mig. Valter fór að tala, en þá tók hann eftir svolitlu. Alan var með hring á hendinni. Það var tala á hringnum. Valter fór að hlæja. Hvað er að? Spurði Alan áhyggjufullur. Ég hélt að mér yrði þetta erfiðara. Gæsalöpp. Fyrirgefðu, sagði Alan. Þessi hringur sem þú ert með. Punktur, punktur, hver gaf þér hann? Gæsalöpp. Þetta er gjöf frá því fyrir mörgum árum. Þegar ég var bara smástrákur. Ég man ekki hver gaf mér hann. Ég held að hann hafi einu sinni verið hálsmenn. Gæsalöpp. Valter leit á töluna. Hann var búinn að finna allar 3 tölurnar. Verkefninu hans var lokið. Punktur, 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 næstum því. Það voru enn fáeinir hlutir sem þurfti að gera. Alan, byrjaði Valter. Sjáðu þetta. Hann sýndi Alan ljósmyndina af kistunni. Það er lás á þessari kistu. Það þarf 3 einstakkar tölur til að opna hann. Og 3 aðskildar manneskjur eru með þessar tölur. Þú ert ein af þessum manneskjum. Gæsalöpp. Alan leit undarlega á hann. Svo spurði hann, og hvað er í kistunni? Gæsalöpp. Ég get ekki sagt þér það núna strax. En af hverju er ég með eina af þessum tölum? Gæsalöpp. Ég get ekki heldur sagt þér það, svaraði Valter. Hann vildi ekki segja meira. Ekki enn. Valter rétti Alan bréf og hélt svo áfram. Gjörðu svo vel að lesa þetta bréf. Hinnar manneskjurnar 2 eru með nákvæmlega eins bréf. Í bréfunum er ykkur sagt hvað þið eigið að gera. Ég verð að fara núna. Treystu mér, við sjáumst bráðum aftur. Valter sneri sér við og fór. Alan var svo hissa að hann vissi ekki hvað hann átti að gera. Svo hann opnaði bréfið. Þar stóð. Kæru David, Luki og Alan. Takk fyrir að lesa bréfið mitt. Eins og þið vitið hef ég hjálpað ykkur að finna tölu. Það eru 2 aðrar manneskjur með tölur. Þessar einstöku tölur hafa enga þýðingu. Saman opna þessar 3 tölur kistu í Skotlandi. Kistan er heima hjá mér. Ég vil bjóða ykkur að koma þangað. Gjörið svo vel að hitta mig þar eftir 3 daga. Ég hef ekkert annað að skrifa. Ég bið að þið reynið ekki að hafa samband við mig. Bráðum munuð þið vita hver ég er. En í dag er ekki sá dagur. Góða ferð. Kveðjur. Valter. 3 dögum seinna komu David, Luki og Alan til Edinborgar. Þau fóru öll á sama staðinn en heimilsfang Valters hafði verið gefið upp í bréfinu. Luki og Alan komu þangað fyrst. Svo kom David. Hæ, sagði David. Halló, sögðu Luki og Alan. Öll 3 hikuðu í nokkrar sekúndur. Að lokum spurði David, hvað erum við að gera hér? Gæsalöpp. Hafið þið lesið bréfið? Sagði Luki spennt. Já, svöruðu mennirnir. En ég hef enga hugmynd hvað þetta snýst, bætti David við. Jæja, förum inn og komumst að því, sagði Luki. Hún bankaði á dyrnar. Valter opnaði dyrnar. Hann var vel til fara. Þetta var eftir allt saman mjög sérstakur viðburður. Halló, sagði hann rólega. Svo bauð hann þeim inn og sagði, takk fyrir að koma. Gæsalöpp. Húsið var snyrtilegt og einfalt. Það var mjög hefðbundið.
Walter bauð þeim te en enginn vildi það. Þau voru of spennt. Loks brosti Walter og sagði, komið þið með mér. Gæsalöpp. Walter fór með Alan, Lucky og David inn í herbergi. Þar í miðjunni var kistan. Þau hluppu að kistunni. Þau voru öll hvert með sína töluna. Þau voru tilbúin að opna hana. David byrjaði. Síðan setti Lucky inn töluna sína. Loks var komið að Alan. Þegar hann setti inn töluna sína gaf lásinn frá sér hljóð. Alan lyfti lokinu á kistunni. Hún var tróðfull af dóti. Ofan á dótinu var annað bréf. Alan hló. Ha, annað bréf. Ég trúi því ekki. Gæsalöpp. Vill einhver lesa það? Sagði Lucky. Ég les það, sagði David. David tók bréfið úr kistunni. Hann las upp fyrir hina. Halló David, Lucky og Alan. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Ég hef kallað ykkur hingað í sérstökum tilgangi. Þið vitið öll að þið voruð ættleit. Ég athugaði það hjá umboðsskrifstofunni. Hendurnar á David skulfu. Á það við ykkur líka? Gæsalöpp. Já, sagði Alan. Mig líka. Haltu nú endilega áfram að lesa, sagði Lucky. Þið þrjú, þið, punktur, 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 eruð systkin. Ég er frændi ykkar. Móðir ykkar var systir mín. Hún og faðir ykkar dóu í slysi. Það gerðist rétt eftir að David fæddist. Þetta eru eigur foreldra ykkar. Hálsmennin eru líka frá þeim. Eftir hræðilegan missi foreldra ykkar var ég einn eftir að fjölskyldunni ykkar. Ég reyndi að halda okkur saman sem venjulegri fjölskyldu. En ég gat ekki einsamt séð smábarn og 2 ung börn. Ég þurfti að láta ættleiða. Ykkur. Ég vildi ekki setja ykkur á munaðarleysingjahæli. En ég vildi sjá til þess að þið ættuð elskandi foreldra. Ég vildi að þið lifðuð besta mögulega lífinu. Þess vegna bað ég ættleiðingarskrifstofuna að hjálpa mér. Núna þegar þið eruð öll orðin fullorðin var komin tími til að segja ykkur frá þessu. Þið eigið fleiri ættingja en þá sem þið þekkið og elskið. Horfið í kringum ykkur. Ég býð ykkur að kynnast bræðrum ykkar, systur og móðurbróður ykkar, mér. Kærar kveðjur, Walter. Þau David, Lucky og Alan horfðu hvert á annað. Síðan sneru þau sér við. Þar stóð Walter móðurbróðir þeirra. Hann horfði á þau og brosti. Ég hef svo margt að segja ykkur, sagði hann rólega. Kafli 3 upprifjun. Samantekt. Walter fer til Lundúna. Hann kemur að húsi 3. manneskjunar, Alans. Alan hefur 3. töluna. Walter býður David, Lucky og Alan að koma heim til sín. Þau koma til Edinborgar. Þau eru tilbúin að opna kistuna. Þau fara heim til Walters og setja inn tölurnar sínar. Kistan opnast. Í henni eru margir hlutir. Þar er líka bréf. Í bréfinu er útskýrt að þau séu systkin og að Walter sé móðurbróðir þeirra. Orðaforði. Vílt. F. Hægri svigi. Rest. Einbeita sér tó fókus, tó síðan centrat. Einn nátalega. F. Hægri svigi. Boa drental. Sóð. Vísa til vegar tó softe vei. Huga tó síðan sitter. Aka eftir tó nótise. Ívað er að. Vatis te matter. Vatis vrong. Eins. Ati. Hægri svigi. Identikal reista tó trust einn jóða tó innvitt. Hvað þetta snýst hatt hissis abúið. Vel til fara dressað nýseli. Ilbúin. Ati. Hægri svigi. Reati. Ítgangur. Hægri svigi. Purpos ættleiða tó adoft. Skrifstofa. F. Hægri svigi. Akengi skjála tó sjeik. Systkin. N. Pl. Hægri svigi. Siblings. Slis. N. Hægri svigi. Akident. Æðast tó bebot. Eigur. F. Pl. Hægri svigi. Tings. Possessionsræðilegur. Ati. Hægri svigi. Terribel. Nunaðarleysingjahæli. N. Hægri svigi. Orpanageettingi. M. Hægri svigi. Family member. Kynast tó með, tó get tó knóð. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 11. Walter fer til A. Edinborgar og Belfast. B. Aðeins Belfast. C. Lundúna og Skotlands. D. Aðeins Lundúna. 12.
Walter talar við leigubílstjóranum. A. Fjölskyldu leigubílstjórans. B. Fjölskyldu Walters. C. Listasafn. D. Ferðina sína til Lundúna. 13. Alan býr. A. Nálægt almenningsgarði. B. Á báti. C. Í litlu þorpi. D. Nálægt ánni. 14. Að lokum finna þau í kistunni A. Bara eitt bréf B. Bréf og mikið af dóti C. Bréf frá foreldrum fólksins D. Peninga 15. David, Lucky og Allan eru A. Frændfólk B. Systkin C. Vinir D. Börn.